Samfylkingarþingmaðurinn Þórunn Sveinbjarnardóttir hætti á þingi í dag eftir 12 ára setu, þar af 2 í ráðherrastóli og hefur hafið nám í siðfræði. Þórunn sest hjá Brynju. Velkomin Þórunn. Takk. Segðu mér, af hverju ertu að hætta? Ég veit þú ert að hefja nám, en var það eitthvað í stjórnmálunum sem að ýtti undir þessa ákvörðun hjá þér? Já og nei. Ég að hætta af því að mig langaði til að hætta á þingi. Ég hef alltaf íhugað það mjög vandlega þegar fyrir hverjar kosningar hvort ég ætti að halda áfram. Ég aldrei þótt það sjálfsagt, en nú ég búin að vera í 12 ár. Ég 45 ára gömul og ég hugsaði bara nú þarf ég að breyta til í lífi mínu. Já. Mig langar að gera eitthvað fleira, mig langar að læra eitthvað nýtt og þetta líklega bara góður tími til að breyta til. Já, en hvers vegna þessi tímapunktur? Kjörtímabilið ekki búið, þú barðist fyrir sætinu þínu fyrir stuttu? Já, það alveg rétt og það reyndar get ég alveg sagt það í fullri einlægni að ég var mjög stutt frá því að hætta þarna 2009, en ég gerði það ekki, en svo einhvern veginn svona 12 ár, 12 heilug tala og ég fór bara að hugsa þetta svona, kannski þetta komið að því núna, að taka frumkvæði að því sjálf. Mér finnst það mikilvægt fyrir mig að ég sjálf, ég láti ekki einhvern veginn teyma mig út í eitthvað, heldur ég geri það því að ég ákveða og mér langar til þess. Og það þetta, finnst sumum hef ég heyrt mikil eigingirni af minni hálfu og kannski ekki mjög kvenlegt, en hins vegar ég finn það bara í merg og bein að þetta rétt ákvörðun og verður til farsældar fyrir mig og örugglega fleiri. Já, maður freistast til þess að draga ákveðna ályktun af því að þú sért að velja siðfræði. Að þér finnist einhvern veginn þörf á því eftir að hafa sett á þingi í 12 ár, finnst mann einhvern veginn? Já, það náttúrulega mjög, já, að mörgu leyti það ekki óeðlileg tenging, en ég hef lesið stjórnmálafræði áður og stúderaði alþjóðastjórnmál, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á heimspeki og allt sem henni tengist og mér hefur lengi langað í eitthvað, að stúdera eitthvað þessu líkt og þarna fann ég 3 missera nám sem að hentaði mér og ég komst inn í, það var nú ekki verra heldur. En skortir eitthvað á siðferðisþreki á þinginu? Ég held að það skorti bara almennt á siðferðisþrek í samfélaginu og það var ekki bara við á Íslandi heldur bara almennt svona í vestrænum samfélögum og til dæmis ég að fara að lesa umhverfissiðfræði og hún fjallar auðvitað öll það hvernig við samband okkar við náttúrunnar og hvernig við þurfum að bera ábyrgð á henni og stuðla sjálfbærri þróun og nýtingu fyrir komandi kynslóðir. Þetta að hluta siðfræðinu, auðvitað eitthvað sem við erum öll að pæla í pólitík líka, en ofsalega skemmtilegt að fá einhvern veginn að kafa dýpra ofan í það. Og auðvitað það þannig að á þessum síðustu árum og öllu sem hefur gerst á Íslandi, hrunið og eftirleikur þess og uppbyggingin og allar þessar spurningar sem við höfum verið að spyrja okkur sjálf sem þjóð og ég held að flestir hafi verið í þeim sporum að hugsa bara býtu í hverju ég lent og hvernig vinnum við okkur út úr þessu. Þá held ég að heimspekin almennt hjálpi fólki að hugsa, hún hjálpar því að rökræða og við erum nú svolítið gjörn á að þrasa og stunda þrætubókarlist í íslensku stjórnmálum og ég held að við þurfum svolítið að æfa okkur í að rökræða. Já, það hvernig eru samskiptin þá núna milli stjórnarflokkana? Nú hættir þau, 10:30 í dag. Já. Segðu mér núna hvernig samskiptin hafa verið á milli? Ég veit, þau hafa náttúrulega bara verið góð. Auðvitað það þannig að í þessari ríkisstjórn, Samfylkingar og Vinstri grænna hefur eins og allir vita margt gengið á síðustu 2,5 árum og margir spáð þessari ríkisstjórn snembærum aldurtila en hún enn hér og hún hefur 32 þingmanna stuðning og á meðan og hún hefur gert mjög marga góða hluti en auðvitað hefur oft verið erfitt í samstarfinu, það var líka oft erfitt í samstarfinu við Sjálfstæðisflokkin fyrir Samfylkinguna. Já, og ég meina við erum nokkur sem vorum þar og höfum auðvitað þá reynslu til að byggja á líka. Og mér finnst stundum fróðlegt að bera það saman, hvernig við nálgumst viðfangsefni, en þetta bara eins og alltaf í samsteypustjórnum. Það koma tímar sem að það geta verið erfiðleikar í samstarfi. Flest gengur vel, en svo náttúrulega í stöðunni 32 rest. Þá náttúrulega hefur hver þingmaður, ef hann vill, vald til að setja hlutin á hliðina, ef hann þannig innréttaður, eins og hefur gerst. Og svo eru svona dæmi ákveðin núning þarna bara núna undanfarið þegar til dæmis Vinstri grænir voru að gagnrýna iðnaðarráðherra vegna vals hennar á stjórn Landsvirkjunar.
Byggðastofnun. Byggðastofnun, afsakið, flokksráð Vinstri grænna ályktaði gegn Össuri Skarphéðinssyni út af stuðningi við NATO í Líbíu, fleira má nefna. Þetta náttúrulega, mér var það ekki skemmt sko þegar að ég heyrði það í morgunfréttum að það hefði komið yfirlýsing frá þingflokki VG vegna ákvörðunar Katrínar Júlíusdóttur eða þá af þessum, ég læt nú vera með samþykktir á flokksráðsfundum þar sem að allir í flokknum eru mættir en ég geri þá kröfu til þingflokka sem í samstarfi að menn svona gæti að almennum umgengnisreglum og kurteisi. Þannig að auðvitað hefur þetta reynt á og svo margt fleira. Ég meina það auðvitað ýmislegt í framgöngu til dæmis sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jóns Bjarnasonar sem að hefur verið erfitt í stjórnarsamstörfinu og já, til dæmis afstaða hans til aðildarviðræðnanna við Evrópusambandið og hvernig hann hefur leynt og ljóst verið að tefja það ferli og þessi ríkisstjórn var meðal annars stofnuð það að sækja aðild að Evrópusambandinu, klára það ferli og leyfa þjóðina að ákveða hvort við ætluðum inn eða ekki. Og það fyrir okkur samfylkingarfólk algjört grundvallaratriði. Auðvitað margt annað sem skiptir máli en menn verða líka að halda fókus eins og sumir segja í þessu eins og öðru. Geta þessi flokkar haldið áfram að starfa saman út kjörtímabilið? Já, með vilja allt hægt og ég held að þeir geti það vel en ég held hins vegar að það sé ákveðin þörf á uppstokkun og kannski svolítið svona djörfum breytingum ef ég get sagt það núna sem frjálskona bæði í ráðherraliði og annar staðar og Þú minnst á Jón Bjarnason? Já, ég held bara að það sé gott fyrir ríkisstjórn líka á miðju kjörtímabili eftir 2,5 ár sem að hafa ekki verið nein venjulega ár heldur. Skulum líka athuga það og skoða í því ljósi að þá held ég að væri fínt að aðeins að skoða hlutina betur, kannski leggja til einhverjar breytingar og gera það og svona endurnýja fyrirheitin. Það líka gott. Áttu þá við að VG þurfa að hreinsa til í sínum röðum? Það liggur svolítið í því sem þú ert að segja. Ég held allavega að vinir mínir í Vinstri grænum þurfi að hugsa það mjög vel og til enda hvort að þeir hafi í raun úthaldið til að klára þetta kjörtímabil. Og ég veit að mörg þeirra hafa það og eru afar einörð og heil í samstarfinu en þau hafa það ekki öll því miður og það auðvitað vandi fyrir samsteypustjórn sem hefur stuðning 32 þingmanna og ráðherra. Og þá ertu að tala Jón Bjarnason? Meðal annars já, en hann er ekkert einn í því. Það náttúrulega eftir að rifja ýmislegt upp á þess að ég ætla að fara að gera það núna en það auðvitað það sama auðvitað við okkur í samfylkingunni. Og það auðvitað mjög freistandi að svona láta finna til sín í þessari stöðu en ég held að allir stjórnarliðar og í raun allir þingmenn verði nú að horfa aðeins upp yfir það og horfa á verkefnin og horfa á allt sem að fyrir liggur sem að við getum klárað saman og það ekki fátt. Það stjórnarskrá og það fiskveiðistjórnunarkerfi og það aðildarviðræður og þannig mætti áfram telja. Þú þiggur biðlaun í 6 mánuði og varst á forsíðu DVF vegna þess. Hverju svarar þú þeim sem að gagnrýna þetta? Já, það í sjálfu sér ekkert svar við því annað en það að þessi biðlaun eru hluti af starfskjörum þingmanna samkvæmt lögum þingfararkaup og ég þigg þau sem slík. Þetta auðvitað, má líka segja að þetta auðveldar mér auðvitað hætta í pólitík og líka hugsa til þess að fólk geti hætt. Og það hefur nú til skamms tíma ekki verið mjög vinsælt að ráða þingmenn eða ráðherra í vinnu strax á þeir hætta en látum það nú liggja milli hluta. Ég hef fyrir heimili að sjá og þarf náttúrulega bara að finna út úr því eins og aðrir en mér finnst þessi svona, ég veit það ekki, þetta nú svona nett upplaup, ég get haft gaman að því að vera loksins orðin forsíðustúlka eftir öll þessi ár. En finnst þér einhver ástæða til að endurskoða þessi lög eða þetta Ég myndi nú bara leggja það í hendur félaga minna fyrrverandi á þinginu hvort að þess þurfi en við vitum auðvitað að kjör þingmanna eru almennt og yfirleitt þrætu epli, fólki finnast þau of góð, mörgum finnast þau of léleg, það þarf einhvern veginn að finna þar jafnvægi en ég ætlaði bara ekkert að hafa neina sérstakka skoðun á því núna. Það geta aðri gert það. Já, þú varst umhverfisráðherra í nærri 2 ár frá 2007 til 2009. Nú eru jarðakaup hins kínverska Huang Nobu mjög til umræðu. Það eru margir Vinstri grænir sem hafa
svona dregið í ef að þetta muni verða veruleika, að þetta verði leyft. En iðnaðarráðherra og fleiri samfylkingarráðherrar hafa ekki lagst gegn þessu og tala kannski þetta í meira jákvæðara ljósi. Hvað finnst þér? Ég vil alls ekki slá þessa hugmynd út á borðinu. Ég vil sjá hvað maðurinn að hugsa og hvað hann ætlar sér. Ég reyndar verða að segja eins og að ég veit ekki hvort einhver hefur sagt honum frá tíðarfarinu á Grímsstöðum og Fjöllum, en látum það nú vera. En ég held hins vegar að við glímum við mikinn tvískinnung í umræðunum fjárfestingar og sérstaklega erlenda fjárfestingu. Af því að flestum Íslendingum finnst sjálfsagt að Íslendingar geti fjárfest í fyrirtækjum, heimilum, húsum, jörðum í öðrum löndum. Og þetta þarf að vera gagnkvæmt með einhverjum hætti. Auðvitað þarf að passa það að það sé allt í lagi. Og mér finnst reyndar það er svona létt útlendingaandúð sem að fylgja þessu tali að hann hljóti að fara lögum og reglum. En ekki hvað, það þurfa allir að gera það. Ég held kannski að eitthvað af þessu skýrist af því að við treystum sjálf ekki þeim lögum og því regluverki sem við höfum, og það eru alveg lögmæt og málefnaleg sjónarmið og við höfum enn ekki sett inn ákvæði til verndar umhverfi og náttúru í stjórnarskrá. Við þurfum með nauðsynlega að gera það, höfum betur gert það fyrr og ég skil alveg að fólk vilji hafa það inni. En svo erum við líka skipulagslög í landinu, sveitarfélögin hafa það algjörlega á sinni forsjá og ég held að verði bara að skoða þetta af yfirvegun, án einhvers upplaups og svo þurfum við bara að hugsa svolítið hvað viljum við, hvernig fjárfestingu viljum við inn í landið og þegar að einhver vill koma og fjárfesta í ferðaþjónustu, eigum við ekki bara að skoða það með opnum huga vegna þess að í því felst fjölbreytni og í því felast mörg störf og við þurfum að skapa störf. Þú mættir í skólan í morgun? Já. Hvernig var það? Þú ert nú ekki með þeim yngstu þarna? Nei, ég er nú bara, en háskólinn er náttúrulega bara núna eins og svona alþjóða samfélag, ofsalega gaman að koma þangað og bara ganga gangana. Ég náttúrulega var eins og rati og fann ekki stofuna mína og eitthvað slíkt, en þetta kemur vonandi alls saman. Ég þarf bara að finna taktinn og mun að lesa heima. Þórunn, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.